Árið 1238. Sturla Sighvatsson hefur farið sína örlagaríku ferð að Apavatni og vakið upp þennan sofandi risa sem Gissur Þorvaldsson er. Gissur Þorvaldsson er komin í bandalag við Kolbein unga sem er algjörlega andsnúinn Sturlungum og þeir ætla að snúast saman til varnar. Og þjóðin veit að það er að renna upp örlaga stund. Fólk dreymdi stórdrauma allt land, segir, og komu upp miklar vísur með fyrirboðum ógæfu. Já, það er rétt. Þannig að fólk vissi að það væri mikill að tíðinda von. Flestir réðu á einn veg. Já. Og það sem að Sturla gerir, hann safnar saman sínu liði á Vesturlandi og kemur hingað norður í Skagafjörð. Sameinast þar liði föður síns sem kemur með ógrunn liðs að austan. Og þeir bíða eftir liði sem að einn bróðurinn ætlaði að koma með frá úr Þingeyjarsýslum. Og þeir setjast að hér á bæjum, setjast upp raunverulega og átta sig á því fljótt að þeir þurfa að bíða einhvers, þeir veit ekki hvers raunverulega. Þeir fara flugumýri til að ná í Kolbein unga, já. En hann er farin úr héraðinu með sitt harsnúnasta lið. Nú rennur upp mjög skrítinn tími þar sem að Sturlungar, þeir feðgar, að þeir eru hér í Skagafirði með 800 manns og að því virðist vera í miklu skipulags og reiðileysi. Þeir taka ekki vopnin eða verjurnar af hestónum og þeir dreifast hér allar sveitir og bíða þess sem verða vill. Þeir eru búin að bíða í næstum viku og sá sem að skrifa söguna og segir frá þessu náttúrulega sjónarvottur Sturla með frænda sínum á nafna sem vaknar einn morguninn eftir órálagan svefn og fölur og rauðdílóttur í andliti og hefur greinilega dreymt illa en það eina sem hann segir ekki mark að draumum. Þannig að við getum alveg ímynda okkur hversu gott þeir hafa boðað. Það var morgunin sko. Já, morgunin. Nú sama morgun þá vaknar Gissur Þorvaldsson í sínu liði og hann dreymdi líka draum að Magnús föðurbróðir hans, biskup, vitjaði hans í draumi og Gissur var mjög ánægður með þann draum. En hvað það? Sturla áttar sig á því að her sunnanmanna og Skagfirðinga kominn. Hann vaknar í Miklabæ og það verið að safna saman liðinu, reyna að fylgja því, vopna það og það endar með því að honum tekst að fylgja liðinu við Örlygsstaði sem var afskaplega vondur staður fyrir þá. Mjög slæmur staður og þar ekkert til varnar, hvorki brekka né bakki. Eða grjót og þeir átta sig á því að þeir eru að verða allt of seinir til þess að flytja sér til vegna þess að herlið Gissurar og Kolbeins kemur æpandi yfir vötn og beint í flasi á þeim þarna þar sem þeir eru á Örlygsstöðum. Menn hafa í seinni tíð, og hef ég lesið í fræðiritum, sumir efast hversu fljótir þeir hafa verið að fara yfir héraðsvötnin vegna þess eins og þeir eru núna. En þeir segja sem til þekkja að þau hafi líklega dreift sér víðar og þá í minni sprænum vellina og að auki hafi Hofsjökull verið töluvert minni og fyrir vikið minna vatn í héraðsvötnum. Allavega, þeir birtast handan við hæðina. Einn úr liði þeirra Kolbeins og Gissurar nýtur einhvern veginn á hestinum og menn gera óbað og Gissur segir höldum áfram á óbónum, þetta verður að herópi, þeir koma æpandi með alvæpni og meira en 1000 manns yfir vötnin að Sturlu og þeim feðgum sem eru óviðbúnir. Já, virðast vera bara undrandi. Já. Ánast. Og það á þessari stundu sem að það verður ljóst að Sturla Sighvatsson, ættarlaukur Sturlungana, hann afskaplega lítill herforingi og hann fylgir ekki sínu liði og hann illa vopnum búinn, hann búinn grásíðu sem var vopn sem var úr fórum Gíslas Úrssonar, þannig að þetta mjög gamalt vopn og afskaplega deigt, þannig að hann þarf að bregða því undir fótinn, það bognar og síðan hefst þessi orusta
og henni eiginlega lokið áður en hún byrjar. Að Sturla felldur af þeim Gissurarmönnum og hann biður grið og þarna kemur nú Hjalti biskupssonur og reynir að styðja hann í skjól. En þar kemur að Gissur Þorvaldsson. Og steindreipurinn, bara. Hann sagði, hann tekur öxi að næsta mann og segir, hér skal ég að vinna. Og hann hjó svo fast í hálsliðina á Sturlu sem að lá helsarður liggjandi á jörðinni og hoppaði upp þannig að sást loft milli jarðarinnar og fóta hans. Heiftin var svona mikil eftir Apavatnssund og allt sem undan var gengið. Nú sömu örlög bíða í bardaganum Sighvatar. Hann eiginlega fer fram eins og hann var. Hann náttúrulega dó eins og hann lifði, óhræddur og Gerði jafnvel grín. Hann var spaugirð á vörum og honum fylgdu ellilífeyrisþegar úr Dölum. Árni Auðunarsson var með honum og þeir fóru þetta tveir saman og Sighvatur þarna felldur líka og sviptur klæðum og líkið eiginlega svívirt á þann hátt eins og Sturla. Nú Markús Sighvatsson, hann fellur líka á vígvellinum ásamt fleiri mönnum en einhvern veginn þessi orusta svokölluð að henni eiginlega líkur áður en hún byrjar. Þannig að þarna falla strax eiginlega höfðingjarnir tveir, Sturla og Sighvatur, og síðan brestur flótti í liðið og menn flýja þarna frá Örlygsstöðum og niður að Miklabæ þar sem þeir leita skjóls í kirkjunni. Sumir flúðu náttúrulega til fjalla og þar á meðal Tumi Yngvisonur. Tumi Yngri, hann flýð til fjalla ásamt fleiri mönnum og kemst af. En það eru nokkrir sem að flýja í kirkju á Miklabæ og reikna þar með kirkjugriðum. Eins og Óttar nefnir, þá var Sighvatur sviptur klæðum og honum var velt á naglklæðunum, blóðum vellina eins og til háðungar og vel að merkja aðeins einn af bræðrunum sem þarna var, af þessum 6 sem eftir lifðu, kemst undan. En þessi meðferð á líki Sighvats á örugglega þátt í því sem síðar gerist, að einn bróðurinn ennþá lifandi í Noregi þegar þetta gerist og kemur seinna við sögu, Þórður Kakali. Þessir sem eru komnir í kirkju eru meðal annars þeir yngstu synir Sighvats, bræður Sturlu, barnungir menn. Þarna líka Sturla Þórðarsson og þarna eru kappar eins og Dufgussynir sem voru bræður og helstu herforingjar í liði Sturlunga fyrr og síðar. Óvinnitir umkringja sjálfsögðu kirkjuna og það vitamál að fæstum þeirra verður þyrnt. Nokkrir fá samt boð að ganga út, meðal annars Dufgussynir, vegna þess að ykkur úr liði andstæðingana átti þeim ykkur greiða að gjalda. Þarna kemur Klængur sem hafði hitt fóstbróður sinn Sturlu við Apavatn vorið. Þarna síðsumars þá Klængur kominn með Gissur frænda sinn föðurbróður og þeir bjóða Sturlu Þórðarsyni að ganga út til mikilla blessunar fyrir okkur hinn, því annars hefði líklega aldrei verið skrifað þessa atburði. En hinnir, þeir bíða inn í kirkjunu örlaga sinna. Árásarmenn vilja ekki fara inn í kirkjuna vegna þess að kirkjugrið voru virt. Þeir hins vegar dreyktu þá inni, það að segja, þeir leyfðu þeim ekki að ganga örna sinna. Kristnir menn í kirkjum ger ekki þarfir sínar í heilugu húsi og það endar með því að þeir þurfa að komast á kamar. Þeim hleypt út á kamar svo þeir eru teknir þar hver af öðrum. Þessir bræður, litlu bræður, unglingspiltar, bræður Sturlu Sighvatssonar, þeir eru leiddir á höggstokk og höfnir án nokkurrar miskunnar og þó nærfrændi þeirra með exi Sighvatar. Með stjörnu. Stjörnu, exi Sighvatar. En það eru svona 2 menn sem vöktu sérstaklega athygli sem voru högnir. Annar þeirra
var með mikið og sítt, ljóst og fallegt hár og hér Hermundur Hermundarsson. Þegar hann kemur að höggstokknum þá kneppir hann hárinu svona frá hálsinum og býður böðulinn að höggva þannig að slettist ekki mikið hár á sér. Hann vildi vera svolítið penn. Hinn sem að vakti mikla athygli kom að höggstokknum og bað að fá orðið á hann eða höggvinn. Sá hér Þórir Jökull og hann hóf upp röst sína og fór með þessa vísu sem hefur lifað með þjóðinni síðan. Upp skalt á kjöl klífa, köld sjávar drífa, kostaðu huginn að herða, hér myndu lífið verða, skafl beigjettu skalli, þótt skúr á þig falli, ást hafið þú meja, eitt sinn skal hver deyja. Svo var hann höggvinn. Það sem að vakti athygli var að menn Kolbeins unga, þeir spurðu hvort hann ætlaði ekki að þyrma lífi þessara kollnungu frænda sinna, yngstu svona Sighvatar og Halldóru, en hann daufheyrðist við þeim bænum og þeir voru höggnir, þannig að þarna féllu á örlygsstöðum sem sé Sighvatur og eiginlega allir hans synir nema Tumi sem að komst til fjalla og svo Þórður Kakali sem var í Noregi. Þeir fjallu þarna fjórir bræður. Fjórir bræður og þannig að þeir eru þarna og þar með þessari mestu orustu lokið og endar sem sé með algjöru afhroði og ósigri Sturlunga og Sturlungahersins sem að í raun og veru tapar þessu stríði og fær mikla háðung af. Þeir núna fara menn þarna gangandi og ríðandi til síns heima og sagan segir að þeir hafi fengið illa meðferð. Nokkrir þeirra voru barðir á Árbakka þar sem biðu eftir að vera ferjaðir yfir. Þannig að þetta algjör niðurlæging Sturlunga og Sturlungahersins, þannig að ykkur hefur sjálfsagt búist við því að þarna væri bara þessari sögu lokið. Já. En það fór ekki svo, við höfum eftir að fara nánar út í það. Varla byrjuð. Ég segi það. En þarna sem sé endar þessi saga. Sturlungaherinn, hann uppleystur, menn fara þarna gangandi, niðurlútir til síns heima. Sigurvegarnir sitja eftir og eru mjög ánægðir með þetta saman. Þeir vita það að nú Eyjafjörður, hann liggur undir þeim og náttúrulega allt veldi Sturlu og Snorra á Vesturlandi.